Lektor í viðskiptafræði við Háskóla Íslands segir viðskipti Haga og 365 miðla með hluti í því síðarnefnda óeðlileg viðskipti. 365 miðlar greiddu 100 milljónir króna fyrir hluti fyrirtækinu sem Hagar höfðu keypt fyrir 400 milljónir króna einu ári áður. Svokölluð skráningarlýsing á rekstri Haga var birt í dag en hún unnin vegna óskar fyrirtækisins skráningu á aðalmarkað Kauphallarinnar. Í skráningarlýsingunni farið yfir viðskipti fyrirtækisins í tengslum við fjölmiðlafyrirtæki 365 fljótlega eftir hrun sem hafa vakið athygli. Hagar keypti þá hluti í 365 miðlum EHF fyrir 810 milljónir króna og fjármögnuðu kaupin með handbæru fé frá rekstri eins og segir í skráningarlýsingunni. Helmingur fjárfestingarinnar var seldur Jóni Ásgeiri Jóhannessyni, þáverandi aðaleiganda Haga, innan sama fjárhagsárs á sama gengi eða 405 milljónir króna. Hinn helmingurinn sem upphaflega kostaði 405 milljónir króna var seldur fyrir 100 milljónir króna til 365 miðla, aftur einu fjárhagsári síðar. Hagar töpuðu því 305 milljónum króna á viðskiptunum. Lektor í viðskiptafræði við Háskóla Íslands segir þetta mikla verðfall óneitanlega vekja spurningar. Hinn endanlega eigandi þessara greiðslna Kaupþing, þannig að það ekki verið að taka beint út úr högum, það verið að taka út úr Kaupþingi 800 milljónir til að byrja með, en endanlega þetta 300 milljónir króna að taka út úr Kaupþingi sem kemur beint við töp sem að Hagar í rauninni og eigendur þeirra að valda Kaupþingi í þessu uppgjöri. Vilhjálmur segir að þetta sé hægt að fullyrða þar sem handbært fé frá rekstri hefði getað runnið til móðurfyrirtækjanna Baugs og Gaums sem á þessum tíma voru í gjörgæslu bankana. Þetta ekki eðlilegur gjörningur. Það langt frá því að þetta sé eðlileg viðskiptaflétta.